hulduorka og hvað er hulduefni? Já, það er góð spurning. Stuttu svarið var að segja að við vitum eiginlega ekkert hvað þessir hlutir eru. Við vitum meira hvað það er ekki, heldur en hvað það er. Það er frekar flókið þegar við hugsum út í það. Það sem við vitum hulduefni og hulduorku já, það er hulið. Hulduefni er falið vegna þess að það gefur ekki frá sér geislun og vill ekki leika sér við rafsegulbylgjur. Svo það gefur ekki frá sér ljós og ljós er ekki að leika sér við það. Ég ætla samt að tala hulduefni og hulduorku í sikkur lagi því þetta er allt flókið efni. Það er betra ef við getum talað það á sikkur lagi svo við getum farið meira í smárati fyrir það bæði. Ég mun samt tala fyrst hulduefni og svo seinna mun ég tala hulduorku. Alltaf lagi. Hvernig samt vitum við að hulduefni er til? Og er ekki eitthvað sem ríkisstjórnin hefur búið til að stjórna okkur og heiðurinn okkar eða eitthvað þannig samsærisbull? Við vitum að hulduefni er hlutur vegna þess að það er eitthvað efni sem er að halda öllu stjörnuþokunum saman. Þegar við gerum athugun hvernig stjörnuþokur ætti að virka, þá sáum við að það var ekki til nóg efni í stjörnuþokunum til að halda þeim saman. Það ætti ekki að vera til, en samt eru það annað. Allt í lagi, ég skal útskýra hvað ég meina með þessu. Það sem ég er að tala er stjörnuþokur snúningavandamáli sem er klassískt vandamál. Það var þannig þegar við horfðum á stjörnuþokur og reiknum hvernig það er hægt að snúa samkvæmt reglum Newtons þyngdar. Það er stjörnurnar sem eru í miðju stjörnuþokunnar miklu hraðar en þær sem eru lengra í burtu. Sem meikar alveg sens, þær eru nær massa miklu miðjunni, en athugun okkar er að sýna okkur aðra hluti. Við sjáum að þær stjörnur sem eru nær miðjunni snúast í jafn hratt og stjörnur sem eru lengra í burtu. Fólk var alveg undrandi þegar það sá þetta. Hvað getur verið að brjóta lög náttúrunnar? Var spurt og svar við því er hulduefni. Þetta er efni, reyndar þetta er ekki efni, þetta er hulið og er ekkert eins annað efni sem er á efnatöflunni. Við veitum ekkert hvað þetta er. Þetta er hulduefni. Þetta hulduefni er að gefa stjörnur sem er lengri frá miðjunni jafn mikið hraða og stjörnur sem er nær miðjunni. Þetta er ein sönni við því að það er til eitthvað annað sem við köllum hulduefni. Eitthvað svo hulið, eitthvað svo mikfengið, eitthvað sem við vitum ekkert hvað er. Og þetta er nokkuð góð sönnun yfir því að hulduefni er til. En við þurfum meiri sannanir. Og við höfum þær. Það er til meiri sannanir að það er til hulduefni. Hér er ein önnur sönnun. Við vitum að ljós beygist og raskast við mikið massa vegna okkar meistara Einstein. Við vitum til dæmis þegar við sjáum aðra stjörnur sem er nálægt okkar sól, þá er þetta ekki í raun sú stjarna sem við sjáum. Þetta er í raun ljós hennar sem hefur verið beygt á sól okkar. Pældi hversu brjálaði það er. Svo stjarnan er bak sólun okkar, en út að ljósið beygist vegna massa sólarinnar, þá lítur út fyrir að stjarnan er ekki bak sóluna, heldur hlið á henni. Svo akkur er ég að tala ljós að beygjast og massa sólar. Jú, vegna hulduefni gera það sama við ljós þegar við sjáum það út í náttúrunni. Ljós eru beygjast og raskast ef það fer fram hjá stjörnuþoku. Það þýðir bara eitt, að það er mikil massi utan stjörnuþokuna. Svo, við vitum núna að það er eitthvað utan stjörnuþoku sem er að beygja og raska ljós. Ég verð að segja að þetta er bara mjög skemmtileg staðreynd. Að mínum að þetta allan. Svo þetta eru tvær sannanir fyrir að hulduefni er til. Við vitum það er eitthvað sem er að halda stjörnuþokunum saman. Það er ekki bara að brotna og allar hlutinir sem eru í stjörnuþokunum eru ennþá þannig. Svo er líka eitthvað sem er að beygja og raska ljós sem fer fram hjá stjörnuþokunum. Þá eru stjörnuþokunar miklu þyngri að eiga að vera. En nú er spurningin, hvað er hulduefni búið til úr? Ég skal segja ykkur hvað þessi skringileg hlutir er búið til úr. Massa mestra allra hluta er frá hulduefni eða það bil 80% af öllum massa er komið hulduefni. Við vitum það það bil 80% af massa allra hluta er komið á hulduefni er út af snúningi stjarna sem er þær stjörnur sem eru lengri burtu snúa jafn hratt og þær stjörnur sem er nær miðjunni. Við vitum samt meira hvað það er ekki heldur hvað það er. Hér er samt það sem við vitum hvað það er ekki búið til úr. Það er ekki búið til úr bariumefnum. Það er allt efni sem er búið til rótundum, niftundum og rafeindum. Við vitum það er ekki búið til úr bariumefnum út af við sjáum ekki ský. Við skulum kalla það ský vegna þess að það myndi vera fljótandi stjörnuþokunar. Vera að gleypa geisla sem myndi farið gegnum stjörnuþokunar og í það leiðum gegnum hulduefni. Það gleypir ekki geisla eins og öll önnur efni sem leika sér við geislun. Eins og ef geislar fer í gegnum gasský þá getur það hita skýi og ljós getur myndast. Það gerist ekki svona þegar geislar fer í gegnum hulduefni og svo það getur ekki verið barium efni. Við vitum líka þetta ekki andefni því við sjáum ekki þessa einstaka geisla sem myndast þegar andefni og venjulegt efni myndast. Það bara gerist ekki svo það hlýtur ekki að vera það andefni.
Svo þetta ekki heldur búið til á stjörnum nefn plánetum út af þetta hul eins og við vitum nú þegar. Svo líka önnur ástæða sem við vitum að þetta ekki búið til á stjörnum og plánetum út af það ekki búið til úr baríonkum efnum. Svo þetta ekki heldur búið til á svartholum því að svarthol eru hlutir sem eru mjög þungir og eru rosa þéttir sem hafa ofbeldisfullar breytingar umhverfi sitt. Við vitum samt að hulduefni er meira svo ský sem eru utan á stjörnuþokunni okkar og aðrar. Svo hvað gæti þetta verið búið til úr? Svo bara hvað í andskotunum er hulduefni? Hvað er það? Hvað er búið til úr? Hvað er það? Og svarið því er, ég veit það ekki. Og ég held enginn annar veit hvað það er. Því að við höfum bara ekki nóg margar sannanir til að segja okkur hvað það er. Svo við ætlum að reyna að finna hvað það er í okkar framtíð. Það verður okkar missjón. Allt lagi, þetta var hulduefni. Svo við skulum núna fara að tala hulduorku sem er ennþá skrýtnara en hulduefni. Tökum dæmi. Hulduefni er eitthvað sem þú veist ekki hvað er að vaxa á húðinni eins og fængurvættur eða eitthvað annað svoleiðis. En hulduorka er það sem er að koma út á holu úr húsinu þínu sem þú veist ekkert hvað er. Það getur verið einhver óferska eða eitthvað, þú veist, þannig. Þetta er bara dæmi hluti sem eru óþekktir og skrýtnir. En einu munurinn er að eitt er meira óþekkt og skrýtið en hitt. Og þú getur giskað hvað er meira óþekkt og skrýtið. Svo allt í lagi, hvað er hulduorka? Hvað er það sem gerir það merkilegt? Hvað er það sem gerir það eitthvað þess virði að skoða? Já, ég skal segja ykkur það. Allt í lagi, við skulum dýfa okkur ofan í hvað við vitum hulduorku. Við vitum að það er eitthvað sem við getum ekki greint, getum ekki mælt og getum ekki snertið að bragðað. Svo hvernig vitum við samt að hulduorka er til? Hvernig eigum við að vita að hulduorka er eitthvað sem er bara búið til af fólki? Já, það er eitt sem lætur hulduorku vera til og það er það sem lætur alheiminn þenjast út. Og það sem lætur hluti fara frá okkur því lengur sem við burtu frá okkur. Það fær meira hraða því lengur sem það er frá okkur. Við vitum líka að alheimurinn að þenjast út og dánum Hubble mann okkar. Hann sá að þær stjörnuþokur sem eru lengur burtu frá honum, þær stjörnuþokur sem hafa daufur ljós eru lengur burtu en þær sem hafa bjart ljós, meikar alveg sens, eru með bylgjulengd í Rauðvík á rafsegulsviðinu. Svo þær sem eru nær okkur eru ekki nær Rauðvíkunni, þær eru meira daufar á það svæði og eru nær Blávík. Hann sagði að það þýddi að þær stjörnuþokur sem eru lengri burtu eru að fara burtu frá okkur og því lengra sem þær eru frá okkur, því hraðar eru að fara frá okkur. Ég ætla að koma með dæmi doppler áhrifin, allavega. Segjum að bíll er að fara að þér, þú heyrir hann að koma og þú heyrir frekar hátt í honum. Það er út af bylgjulengdirnar sem eru að koma að þér, þannig að hljóðbylgjur eru frekar stuttar miðað við þegar hann er að fara frá þér. Þegar hann er að fara frá þér, það heyrir lengra í honum og meira í honum af því að bylgjulengdirnar á hljóðbylgjunum eru miklu lengri og þannig virkar sama við Rauðvík út af bylgjulengdirnar sem eru á rafsegulbylgjunum eru miklu lengri sem sagt rauðar þegar þeir eru að fara frá þér heldur en þeir að koma að þér bláar því það eru miklu styttri. Þannig virkar það sama. Þetta sem þýðir að alheimurinn er að þenjast út. En af hverju sem það er að þenjast út? Já, það er út af hulduorku. Hulduorku er láta tvo hluti. Tökum þetta dæmi, þeir eru bara hliðin á hverju öðrum. Þeir eru að fara þá frá hverju öðrum og því lengur sem þeir eru frá hverju öðrum, því hraðara eru að fara frá hverju öðrum. Það meikar alveg sens þegar maður hugsa út í það. Það er samt ekki það mikið. Þetta er okkar sönnun sem við vitum að hulduorka er til. Við vitum núna að það er einhver orka sem er að stækka alheiminn sem við vitum er til. En fyrst að alheiminn er að þenjast út og hann er alltaf að þenjast út hraðar og hraðar eftir því sem lengri hlutur er frá upprunastað. Maður leiðir að því líkum að það er alltaf að vera til orka í alheiminu sem við getum ekki séð, snertið eða mælt. Þess vegna er þessi orka hulun okkur. Það er nokkuð skrítið að hugsa út í það. Hvað er þetta samt að segja okkur? Það er góð spurning. Við reyndum að mæla þessi orku með því að nota kenningar úr skammtafræði sem segja að tómarúmið er ekki hlutur, heldur fullt af eindum sem myndast og eyðast strax. Það heldur áfram með að gerast og hættir aldrei. Þetta myndi útskýra hvað þessi orka kæmi því þegar eindina eyðast myndast smá orka frá því. Við veitum samt að alheimurinn er stór og fullur þessi tómarúmi svo orkan myndi skala upp.
þegar við gerum útreikningar og komum þegar ekki alveg rétt út. Þetta var vitlaust, reyndar mjög vitlaust tala. Hún reyndist vera 10 í 120. veldi sinnum of stór. Það er frekar mikið villa. Svo allt í lagi, við vitum það er ekki skammtafræði sem getur kennt fyrir stækkun alheimsins. Skemmtileg staðurinn um 10 í 120. veldi. Þessi tala er Shannon-talan. Hún er tengd skáki og segir hversu margir möguleikar skákleiki það er hægt að spila. Þetta er nokkuð skemmtileg staðurinn. Allavega, hann Einstein vinur okkar reyndi fyrstu til að fatta að tómrými er í rauninni ekki tómrými. Ein af fyrstu eignum geimsins sem Albert fann var að geimur getur búið til meira sjálf sig. Svo er ein útgáfa af kenningur Einstein alheiminn sem inniheldur cosmological constantið sem segir að tómrými getur haft sinn eigin orku. Út af þessari orka er eign af geimnum mun það ekki þynnast út þegar það verður til meira af geimnum. Svo það þýðir að þegar það verður til meira af geimnum verður meira af þessari orku. Þetta myndi útskýra af hverju við sjáum alveg þynnast út. Óöfulegt samt er að við vitum ekki af hverju cosmological constantið ætti að vera til eða hvort það er í réttu hlutfalli við atómin okkar. Alltaf læs, og það er kannski aftur sem Einstein getur tekið við verðlaun fyrir að vera snillingur og sanna eitthvað mikilvægt alheiminn. En við erum ekki með nóg margar sannanir til að sanna að þetta sé satt með þessa kenningu. Svo við höldum áfram að skoða hvað getur verið að stækka alheiminn. Ok, við skulum skoða þessa tilgátu sem segir hvernig alheimur þenjast út. Hún segir það til einhvers konar dynamical energy fluid eða á íslensku breytilegur orkuvökvi. Ég geti verið að pynta með því að beinþýða á þetta, en það skiptir ekki máli, við þurfum að hafa þetta á íslensku. Það væri eitthvað sem myndi fylla allan geiminn, en áhrif þess á óþjóðni alheimsins er andstæð við venjulegt efni orku. Þetta hefur verið kallað kvintessensal sömu vísindamönnum sem frekar erfitt að útskýra hvað þetta er. Ef samt þetta er svarið því að alheimurinn þenjast út, þá samt vitum við ennþá ekki hvað þetta er búið til úr. Við vitum ekki hvað þetta hefur samskipti við og af hverju það er til. Svo það getur verið svarið, en við höfum bara ekki nóg margar sannanir yfir því. Við skulum samt tala núna hvað ef Einstein hefði rangt fyrir sér. Kenningar hans þyngdarafl eru rangar. Hvað þá? Það var allan ekki gott. Það myndi þýða að fullt af hugmyndir okkur alheiminn væri rangar. Það getur þýtt að við þurftum að búa til nýja kenningar þyngdarafl til að útskýra hvernig það myndi virka. Svo þetta eru okkar hugmyndir og tilgátur hvernig huldorka er. Við vitum samt ennþá ekkert hvernig þetta virkar allt. Svo við erum ennþá bara apar sem hafa tæki og tól til að hjálpa okkur að lifa og skilja allt heim. Við erum ennþá óþróa verur, ef þetta segja satt. Við erum ennþá bara apar. Ég ætla að stoppa núna og ég vona bara að þið eru núna meiri fróðir hvernig huldorka og huldefni virkar og hvernig við erum, vitum ekki hvernig alheimurinn virkar. Ég vona að ykkur fannst þetta gaman. Við sjáumst.